Virði Aurora Coin mynta nú aðeins 15 þess sem það var þegar dreifing myntarinnar hófst á þriðjudag. Hún þó 7. stærsta rafmynt heims. Hagfræðingur hjá greiningardeild Arion banka segir að læra þurfi nýjar leikreglur til að greina kóðamyntir eins og Aurora Coin og Bitcoin. Margir fylgjast með þróun Aurora Coin sem dreift var til Íslendinga í vikunni. Ekkert af því sem hefur verið notað til að spá gengi venjulegra gjaldmiðla á við þessar svokallaðar raf- eða kóðamyntir. Ég nú sjálfur búinn að vera að humma þessar rafmyntir svolítið fram að mér síðan ég heyrði fyrst af þeim 2012, en nú þær komnar ofboðslega nálægt manni. Og þó að þær hafi kannski tiltölulega takmarkaðan snertiflut við hagkerfið enn sem komið þá aldrei að vita hvað verður. Hafsteinn segir Aurora Coin sveiflast mikið eins og aðrar kóðamyntir gera. Við erum búin að sjá sveiflur upp á 10% kannski á milli klukkutíma í þessari mynd sem að myndu teljast óásættanlegar jafnvel á milli ára í þessum hefðbundnu myndum sem við erum vön að viðskipta með. Núna þarf maður að læra alveg nýjar leikreglur það hvernig svona kóðamyntir hreyfast og hvaða sem að veldur gengisbreytingum á þeim. Hvati til að nota myntir sem þessar ódýr greiðslukerfi og nafnleynd. Til verður eftirspurn sem hleypt getur á stað spákaupmennsku. Svo spurning hvort eitthvað geti orðið úr þessari íslensku rafmynt ef margir taka sig saman að nota hana. Já, ég held að það myndi gilda nokkurn veginn hvað sem að við getum valið hvaða hlut eða hvaða mynd sem til þess að nota sem gjaldmiðil ef nú margir sammæltist undan. Rétt þó að hafa í huga að meiri áhætta fólgin í kóðamyntum. Þær eru sveiflukenndar og í viðskiptum með þær felst engin neytendavernd.